Beyoncé Knowles hér með lagið Broken Hearted Girl. Hún reyndar, ekkert með brotið hjarta held ég að gangi bara vel hjá henni og Jay-Z sem eitraður töffari. Hún nú töluvert myndalegri en hann, en hann að gera eitthvað restrákur. Það nokkuð ljóst. FM 95 Blöð heilsar ykkur þennan miðvikudaginn, klukkan orðin rúmlega 4 og Pétur Jóhann Sigfússon ekki með mér þennan miðvikudaginn, enda var hann með mér á mánudaginn, en í hans stað Björn Bragi með mér í dag. Nema það að Björn Bragi ekki mættur í stúdíu, hann nú búin að vera þetta frammi með mér í rúman klukkutíma. En hefur stokkið á klósið, kemur hann hlaupandi strákurinn. Hann mættur hérna og þeir svissu bara vaktinu. Ertu velkominn, Bjössi? Takk fyrir. Hvernig ertu? Ég var sko að reyna að prenta út Barnalandið. Já, ok, varstu að gera Land of the Children klárt? Já, en það gekk ekki alveg vel að prenta út, þannig að ég að gera það eftir. Já, ok, og hlaupum við þá eftir, en talandum hvað í þættinum, að þá mitt Barnalandið á sínum stað. Svo erum við Í fyrsta skipti á miðvikudegi. Já, það hefur aldrei gerst áður. Svo erum við líka að fara í Sturla staðreyndur og fleira, og svo tökum við karaokeið eins og alltaf gert á miðvikudum. Já, ég hef aldrei tekið það með þér. Nei, og ég hlakka bara til að heyra þig syngja. Shit. Söngst vel í FM 95 Blöðlaginu. Takk. Stóðstu vel þar, þannig að... Já, ég eitti samt öllu mínu púðri þar. Já, þetta getur orðið að challenge fyrir mig. Það ekkert eftir. Ég byrjar að standa aðeins í Pétri, sko. Já. Og hefur að sækja með veðrið. En hvernig, það einhver annar sem velur lagið fyrir okkur, ekki? Já, hlustendur hringja inn og eftir í 511-0957 og velja lögin fyrir okkur, sko. Við tökum inn svona 5-7 hlustendur og vinnum úr þeim hugmyndum. Já, hugmyndir sem koma á blað, og það eftir allt lög á ensku, það engin íslensk lög í karaoke-vélinu okkar. Okay. Þannig að það eru hlustendur sem velja að þau lög á eftir, og svo við með fleiri fasta liði eins og alltaf. En hvernig ertu þennan miðvikudaginn? Oft þegar ég hitti að þá mánudagur. Já, þá ég samt ferskur. Ertu betri núna? Ég eiginlega bara jafngóður. Já, áttu einhvern uppáhaldsdag? Já, það föstudagur. Já, maður einhvern veginn alltaf bestur á föstu. Þá helgin eftir. Já. Maður samt ennþá virkur, þú veist, maður á laugardögum skilur þá oft bara svona segum allir hádegis og eitthvað rugl, en föstudagur, þú veist, þá maður að gera hluti, maður fer út og svona, fer á fætur á mótnana, skilur. Já, gerur það ekki? Gerur það ekki á laugardögum og svona? Nei, þá vil ég bara liggja og svo byrja boltinn og maður að horfa á enska boltan og eitthvað svona, skilur. Já, en svona veistla eru búin að fá enska boltan eftir. Já, það veistla, en það eiginlega of mikil veistla. Þú veist, ég bara, nú ger ég, þú veist, eins og síðustu helgi, þegar þetta var nýbyrjað, ég bara horfði á fótbolta alla helgina. Já, ég veit að svo stór hættulegt þegar þú búin að skráði í svona fantasy-deildir og annað og maður all in í því einhvern veginn og þetta stór hættulegt. Ég gleymdi að breyta liðinu mínu, sko. Já, með Aguero sem fyrirliða. Hann spilaði ekki. Nice. Ég þarf einmitt að gera róttækjabreytingar núna þar sem ég með 4 menn í Chelsea í fantasy-liðinu mínu. Moses fór hann úr Viggan yfir í Chelsea og ég veit ekki hvað annað. Þið getur þetta að splæsa í valkartið. Öruglega hellingur á liði núna sem veit ekkert hvað maður tala. Þetta er svo hægt að tala fantasy. Já, ég verði samt til í að tala bara fótbolta. Nei. Og veðmál. Ég tala svo mikið fótbolta allan hluta dagsins, þannig að mér finnst fínt að lausa það bara hérna í þessu stúdíói. Akkur engin veðmála þáttur í útvarpi? Af því að það bannað að veðja á Íslandi. Sem bara eitthvað, heitir þarna... Já, eitthvað svona að gefa stuðla og eitthvað. Ég myndi kýla á káringan í kvöld. Þeir eru á fínu róli í frostaskjólinu. Og líka ef við værum að gefa, þú veist, fólk getur veðjað á eitthvað svona bara sem að gerast á Íslandi, Já. Þú veist, bara... Verður þá bara að tala um hvað sem ekkert bara fótbolta eða? Það bara veðja til þess að veðrið. Já, við veðjum á að það veri rigning á morgun. Gefum stöðlinn 3 á móti 1. Þeir ringið inn núna sem að vilja leggja lífskall. Það er mjög létt að veðja á veðri á Íslandi. Reyndar getur, ég hef verið á Íslandi þar sem hefur komið snjór, haglél, rigning og sól. Já. Þannig að það en hvað myndir stöðlarnir gefa þá ef það kemur alltaf þessu? Það myndi bara vera 100, sko. Það væri góður stöðl. Ég reyndar horfði á hérna, mjög fyndið, ég var að horfa á veðurfréttir í gær. Já. Og sem alltaf fyndið. Já, mjög fyndið. Nei, ég hugsaði með mér, hvernig ætli sé að vera bara svona að því ég sá hún þú veist, bara þetta góð kona sem að flytja veðurfréttirnar á Stöð 2. Já. Bara, þú veist, fín stelpa, en hún pínu the bearer of bad news. Já. Fattaru? Hún svona, hún að reyna að vera góð, en svona, já, það verður kalt í veðri og ég veit þetta ekki henni að kenna, en mér langar samt að henda einhver í hana. Já, en myndir ekki vilja samt að hún væri með meiri svona leikræn tilbrigði, svona, þú veist, þegar hún þú veist, það verður kalt í veðri. Já. Samt svona þagna þess og horfa í skjáinn, sko. Það er mjög kalt. Þið heyrðu hvað ég sagði, kalt. Og svo bara í geðveikt góða skapið þegar það gott verður. Já, þá var hann á bikini. Já, þetta er erfitt starf. En hvað var stressuð við fréttakonuna?
Hún tók bara einhverja nokkra vaktir. Það reyndar eitt af mínum uppáhaldsatriðum á netinu bara. Já, þetta er uppáhalds sjónvarpskona mín. Já, það var æðislegt. Svo líka, ég get hort endalaust á hérna strákinn sem var líka að tala unnibyrnu þarna í bandinu hans Bubba. Já, það var mjög gott. Hann var að reyna að segja að hann væri bara fín. Já. Hann náttúrulega með alheims fegurðardrottningur fram að sig, menn stressast upp. En, já, þátturinn hefur hafið göngu sína og við erum með þéttan og skemmtilega þáttandikur. Ég ætla að byrja á, ég átti ekkert við lögin núna, þetta er hún Amelia Lilly, You Bring Me Joy, ég veit ekki hvað lag þetta er. Sem við ætlum að færa fólki gleði. Þannig að kannski er þetta viðeigandi. Ég vona að þetta sé gott, tekum á þessu. Lag sem að þarf vel ekkert að segja hvað heitir. Ég held að hún segi það svona 300 sinnum í laginu, You Bring Me Joy. Alveg ágætist lag svo sem með Amelia Lilly. Hef ekki hugmyndu hver það er og gæti ekki verið meira saman. Það er eins og að komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Yes. Og veistu það, Bjössi? Ég var með svona lala pakka fyrir sveppaði í gær af slúðri. Ég er með þéttan pakka í dag. Svona, ég er með gott slúður. Er þetta bara eitthvað svona, þú veist, er ekki uppið bara komin út í skápnum? Já, það er þetta, maður ætti að vera bara með íslensk slúður. Eða bara svona, mér stóð þetta að hafa einn pakka í viku sem er uppspunni. Uppspunni bara íslenskt? Já. Ok, og hafa alltaf á mánudum? Það verður saman? Já, verður gott. Já. Ég geti kannski hannað eitt svona uppspunnapakka á móti í alvöru slúðpakkanum. Já, ég til við skulum vera með alltaf á mánudum, slúður sem eru uppspunnu og það er allt Íslendinga. Ég fíla það, tökum það næsta mánudag. Og það er til dæmis, Hjöppi komin út af skápnum og svo, það var reyndar alveg slúður. Ég til dæmis veit að Sveppi og Pétur voru að veiða í gær, veitu þér eitthvað, það getur verið svona eitthvað slúður. Já. Eða þú veist, þú tókuður eitthvað viðstangina með, var þetta ekki bara eitthvað Brokeback Mountain dæmi? Já. Þetta er allt svona svolítið svona rætið. Já, svona svolítið. Hvað voru þeir ekki að veiða? Sveppi og Pétur kíktu í veiðiferð á samt Kristoffer Dignus og Braga Hinriksinni, nema að það var ekkert veiðidót með í ferð en heitur pottur og fullt af ungum stúlkum sem kíktu þarna upp og eitthvað svona. Við getum búið til eitthvað svona ljótt slúður. Fíla, en ég ætla eins og að segja ykkur alvöru slúður í dag og ætla að byrja á Modern Family. Þetta er þáttur sem er svona einn af mínum uppáhalds. Mjög skemmtileg þáttur. Modern Family og Parks and Recreation eru sennilega svona uppáhalds þættir minni í dag. En það var að þú ert ekki búin að horfa Breaking Bad. Já, ég eftir að horfa Breaking Bad. Svo er það rugglaður, ég hef ekki gert það. Það var einhver sem er að Suits væri góðu líka. En hérna þá var verið að semja við allt liðið aftur. Nú var Fox sjónvarpsstöðin að semja við leikara og að sjálfsögðu vilja allir fá launahækkun þar sem að þættirnir eru með vinsælustu í Bandaríkjunum. Og það sem að er skemmtilegt að segja frá að krakkarnir í þáttunum sem eru leikin af þeim Sarah Hyland, Ariel Winter, Rico Rodriguez og Nolan Gold. Náttúrulega börnin þeirra þarna fjölskyldunar og svo litli guttinn, latínó guttinn þarna. Þau voru að biðja launahækkun og voru gengur sem sagt gekk þetta það illa að semja við þau að það var næstu búið að fresta fyrsta þætti í nýrri seríu en það er búið að komast að niðurstöðu núna og þau fá $70,000 á þátt sem er í kringum 9 milljónir og það eru 22 þættir í seríu þannig að þessi það er nú ekkert samt sko að brjálast ég meina eins og til dæmis bara Friends-liði var að fá alltaf einhverja $1 million hver á þátt sko já sem er rosalegt af því að svo líka verið að semja við öll hinn Sofía Vergara þarna og restina af leikurunum hún hlýtur að vera launahæst nei þau tóku eins og Friends Friends fengu alltaf allir að sama við viljum öll sömu upphæð já er það ekki ágætt við erum ekki ömulegt að vita og sérst að leggja mikið aður og næsti leikari og veist, ég myndi halda það í svona þætti sem gengur útla vel allir svona saman mikið bara vera öll á sömu launum mér finnst það gott hjá Friends ekki ef að þú ert legend og það er eitthvað algjört nobody að leika á móti þér já nokkvæmlega þá vilt ekki sjá það að sá sem er bara nálægt þau kom öll svona úr engu það var enginn aðeins frægur að það eru byrjuð í þessum þáttum ég meina hann að Jay hann leik hann að Glenn á Mikira í Wayne's World já, einmitt, en hérna en eitt sem ég ætla að segja við þessu það er tvennt ég hef kannski ekki búin að segja launið þeirra ok, þau voru með $65,000 á þátt og fengur 70.000 nei, það voru börninu núna komið 70.000 en hitt leikaraliðið var með 65.000 á þátt en er núna komið 170.000 þannig þau fá 100.000 meira en krakkarnir á hvern þátt sem eru 12 milljónir já, eðlilega já, þetta eru börn þetta eru bara börn 170.000 átt, það er nú reynda fínt það sem ég ætla að segja ég myndi, ok, segjum bara til dæmis þessi hérna litli krakki hérna, þú veist hérna Rico Rodriguez já, litli hennar sem að leikur hérna son hennar, já bara til dæmis hann, eða þú veist, eða einhver af hinu bönnunum skiljum það er ekkert, þú veist, það er ekkert erfitt að bara replacea þig, sko no ég meina, ég myndi bara segja, heyrðu ég bara, þú veist, þú fær bara lægri launur með væl annars replacea við þig
Replace bara, það ekkert, og hvað, taka svona Bold and the Beautiful á þetta, það ekkert verra en þú sér alltaf nýjan leikara komin inn með sama nafn og bara nýr karakter, það versta sem ég sé. Mér finnst það best þannig. Viðbjör. Eins og Hópi, sonur hans Mitch í Strandvörðum, þá allt í nú nýr Hópi, maður stættir honum. Já, þá bara komir allt í nú byrjuð, Hópi, þetta ekki Hópi. Nei, nákvæmlega. En sko, sá var samt miklu meiri stjarnahældur en gamli Hópi. En svo eru reynda báðir Hópiarnir eru eitthvað alveg í vaskinum í dag, sko, hann búinn að fara eitthvað lítaðgerðir og eitthvað. Já. Þetta ekki Jeremy Jackson. Það hárrétt þér. En það sem ég ætlaði að segja var, hefur aldrei gerst að einhver biður launalækkun? Nei. Þú veist, af hverju hefur það aldrei gerst? Af því að, við erum gráðug. Mannfólkið, gráðugt að eðlisværi. Það enginn að fara að biðja launalækkun. Biðtu launalækkun. Okay. Svo það meira slúður, Beverly Hills Cop. Bíómyndirnar sem að... Er þetta 20 ára gammalt slúður? Nei, vítu, sem Eddie Murphy gerði ódöðulega á sínum tíma. Nú er verið að tala að færa þær yfir á the small screen eða búa til þætti. Er Axel Foley að mæta aftur á hvítatjaldið? Já, nema í sjónvarpsþáttum þar sem Axel Foley, Eddie Murphy, á að leika ung streng sem að fara að byrja í löggunni í Beverly Hills. Svona Junior Foley. Já, og myndi, Eddie Murphy farið með hlutverki í þáttunum en ekkert gríðarlega stórt. Ég skil ég. Er það eitthvað sem var spenntur fyrir, Beverly Hills Cop þættir? Ég til að gefa þessi hans. Mér fannst það skemmtilega myndir þegar ég var ungur maður. Nákvæmlega. Svo er rándýrslúður af Jennifer Aniston en hún víst ólétt og komin 2 mánuði á leið. Hún búin að trúlofast kærastan sínum Justin Theroux og það eru bara virkilega hamingjusöm. Þetta það er ekki búið að staðfesta þetta en þetta svona, þetta var á mörgum síðum þannig að kemur ekkert óvart að það kemur ykkur svona. Er hún þá hætt með Ross? Hætt með Ross og Brad Pitt. Ok. Og bara núna með Justin Theroux og þetta er eins og ég og Seppi vorum að ræða daginn. Þú vilt bara að Jennifer Aniston sé ánægð. Er það? Já, hún einhvern veginn, ég veit það ekki, hún er svo góð eitthvað að sjá. Já. Það er bara, ég vill hún sjá hana. Það var leiðinda mál með Angelina Jolie og Brad Pitt og... Ég held alltaf með Jennifer Aniston á móti Angelina Jolie, sko. Já, hvaða helvita maður gerir það ekki. Nákvæmlega. Angelina Jolie er bara marriage record, sko. Já, ég hef aldrei fílað Angelina Jolie. Jú, ég gef henni það alveg. Hún er hæfileikarík leikona og myndaleg. Já. En fyrir mér tík. What a bitch. Bara þannig. Þetta var slúðupakki dagsins. Vonuðu sér jafn ánægð með hann og ég. Ég var ánægður. Fáum hins vegar reitt af mínum uppáhalds með M&M. Það fari að kalla sig M&M. Heitir Marshall Mathers. Og lagið heitir Spacebound. Hauti og Bjössi með ykkur þennan miðvikudaginn. Við erum hérna til 6 í dag og eitt af því sem við erum að fara í strákarnir er karaoke eins og við Pétur gerum alltaf á miðvikudum þar sem að þeir svissuðu nú vakt að þá ætla ég að láta Bjössa taka karaoke í dag. Já. Við tókum ekki karaoke á mánudaginn við Pétur ákveðum að geima og lefa þér að pröfa karaoke hjá okkur. Jesus. Þannig að nú er komin tími á hlustendur að velja lögin þannig að það er 511-0957 ef að þeir eru með hugmynda einhverju góðu lagi í karaoke okkar endilega hringja í 511-0957. Ert þú með einhverja hugmynd sjálfur? Er eitthvað svona sem þú væri til að syngja, Bjössi? Ég væri til að syngja allt nema Euphoria aftur. Já, það er búið núna. Ég er búinn að syngja þannig að nú er allir búinir. Það er aldrei aftur sungið. Ég voni heyri það lag aldrei aftur. Ég er líka bara komið leið á því lagi. Ég er bara staðfest hér. Euphoria mun aldrei hljóma aftur í FM 9. Það er bara búið. Það er bara þannig. Herru, við opnar í síman. Hvaða lög var að syngja í karaokeinu? Hvað væri þú til að heyra? Góðan daginn. Góðan daginn. Spýta aðeins. Nú, varst ekkert með neitt? Nei, sjómlega. Ég var með eitthvað lagið svo svaraði mér það og veit ég ekkert hvað að segja. Nei, bara ás og að heyra fallegu röddina henni þetta. Ég var til að heyra Runaway með Kanye West. Runaway? Já. Fíla það, setjum þetta niður. Takk fyrir þér. Takk fyrir það, kallinn minn. Já, þessi var til í kallinn, heyrðis mér bara. Já. FM 95 blöð. Já, góðan dag. Sælinur. Það er Collie Buddz með Mary Jane með Collie Buddz. Hæ? Veistu hvað það er? Nei. Það er alveg rosa fín. En veist þú hvað þetta er, Bjössi? Það er því miður. Það er erfitt að syngja. Hvað sagði það lagi heitir? Collie Buddz? Nei. Nei, Mary Jane með Collie Buddz. Mary Jane, ok, tjekka á sig þetta. Mary Jane, Collie Buddz. Já. Við setjum þetta á blað. Ok, ekki. Ok, bæm. Mér finnst líklegast að það verði fyrir valinu. Kannski er þetta eitthvað lag sem við höfum heyrt en bara vissum ekki að hétta þetta. FM 95 blöð, hvað væri þú til að heyra? Já, gamli, það er Climax. Sjómlega, það er Climax. Já, ég verð að heyra ykkur sem geta. Er það með Usher? Já. Félagið minn er búin að spila það svona 10 sinnum á dag alla þessa viku, sko. Já, nú koma þér. Já, þá ættir að kunna lagið.
Já, nákvæmlega. Já, þetta, ég sveimi þá ef ég hendi ekki bara Bjössa í Climax með Össjörnum. Já. Enda svipaða týpur, svona hjartaknúsarar. Nákvæmlega. Herru, takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Herru, þá komið 3 lögtökur, svona 34 í viðbót. Hvað væri þú til að heyra í karaoke? Ég væri til að heyra I Want to Break You Free. I Want to Break Free með Freddie Mercury. Já. Herru, setjum þetta hérna. I Want to Break Free. Glæsilegt, takk fyrir þetta, Önnur. Takk. Ok. Það er komið Queen, það er komið Usher. Hvað væri þú til að heyra? Það er Boyz II Men. Já, hvað er það með þeim? End of the Road, það er grjótart. Það er eitthvað. Sko, eina ástæðan fyrir ég þekki Boyz II Men er að þetta upp á hljómsveitina Svessa. Það er Chubby Little Svessmen. Það er mjög undarlegt. Nei, það er ekkert undarlegt það. End of the Road. Já, hérna. Till the end of the road. Það er martröð að syngja það, maður. Já, ég hjóli í það ekki? Herru, við reynum þetta. Þetta er gott lag allavega. Ok. Takk fyrir. Tökum, já, hvað segir þið Bjössi? 3 yfirbót? Já, ég held að við þurfum að fá nokkur yfirbót. Það vantar nokkur lög hérna, hvað verður þú til að heyra? Herði, ég vil heyra Audda syngja One Thing með One Direction. One Thing? Já. Hvernig er það? One Thing með One Direction. Já. Come on, þú lítur að vita hvernig það er. Ef þú gefur mér smá bít, þá veit ég kannski. Herði, þú verður bara að fara á YouTube, ég ætla ekki að syngja það fyrir þig. Já, ok, okkur tóndæmi. Hvað er ekki 5? Þetta er ekki að That's What Makes You Beautiful. Nei, það er hitlægi með þeim. Já, ok, ég er 2. Já, þú mátt velja annarkost, en ég vil heyra þig Audda syngja það. Við skoðum það. Herði, ok. Ok, takk. Það eru 2 viðbót, hvað verður til að heyra í karaokeinu? Halló? Sællunur? Hver er þetta? Auddi heiti ég, en þú? Læsaður, þú er miklu meistari. Sællunur? Það er gáða. Herru, kjamlega góður. Hvað viltu að heyra í karaoke? Herðu, Já. sko, ég veit það ekki. Nei, ok. Good shit, ætlarðu bara að heyra hans í okkur? Ha? Hringdur bara til að heyra hans í okkur, eða? Já, sko, veitir, Já. málið er það, sko, að ég vil að þú syngir eitthvað geðveikt lag sem er svona drum and bass. Já, ok. Við skoðum það. Það er leitarfélagi. Það eru tökum minna 2 viðbót. Hvað er þú til að heyra? Herðu, hérna, Walk This Way með Run DMC. Já, og Aerosmith eða ekki? Jú. Það er rándýrt lag. Já, það er gott lag, sko. Það er komið. Herðu, takk fyrir það. Ok, Unnur, þá er það bara síðasta lagið. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Já, góðan daginn. Sæll, Unnur. Sælir. Er þetta ekki góður? Jú, ég er bara góður, sko. Fíla það. Herðu, ég var að spáði hvort þú getur kannski tekið, hérna, Mama með Phil Collins. Mama með Phil Collins? Já, ég man ekki alveg hvað lagið heitir, en allavega Mama kemur mjög oft í leginn. Já, ég ætla að setja alltaf Phil Collins í þennur. Hann er aldrei verið í karaokeinu og ef ég finn eitthvað gott lag með honum, þá verður það skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Það er alveg komið tími á Phil Collins. Ég er sammálaður. Það er höfðingi þar á ferð. Það er nákvæmlega. Herru, takk fyrir góðan þáttaka minni. Herru, takk fyrir þetta, vinnur. Bye bye. Herru, tökum síðasta hérna. Hvað verður þú til að heyra? Herru, Já. hann segir mér hérna Believe Thing Called Love með The Darkness, munið eftir því? I believe in a thing called love. Já. Herru, ég reyndar væri hefi til í það. Já, ég held að það sé klárlega máli, sko. Það var eins gott að tóka mér til viðbót. Þetta kemur auðvitað. Þetta er besta hugmyndir sem ég hef heyrt í dag. Þetta verður sennilega Björn Bragi. Þetta er að klæmaks í honum og ég finn eitthvað gott. Herru, snill. Takk fyrir þetta, Unnur. Takk að ringja. Ok, bye. Þá erum við búin að fá hérna fullt af góðum uppástungum fyrir karaokeið og næsta lag sem ég er að fara að setja á hefur aldrei verið spilað áður í FM 95 Blöð. We're making history. Og ég skil ekki okkur því ég dyrka þetta lag og þetta lag væri líka alveg gott í karaoke. Á ferðalagi landið. Næstu helgar verður morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á hinum og þessum stöðum allt land. Fyrsta stopp er á Kaffi Egilsstöðum. Löflegt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveitt ball fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á Kaffi Egilsstöðum laugardagskvöldið 1. september. Morgunþátturinn Magasín. Sól, rigning, sól, skiptir ekki máli. Crushers klikkar ekki. Crushers, ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Viltu stóra, litla, öfluga, netta, fallega, þægilega? Skiptir ekki máli. Rétta fartölvan fyrir þig fæst hjá okkur. BT Skeifunni og Glerártorgi. Við hjá Dominos ætlum að taka okkur örlítið frí og skemmt okkur í kvöld. Þess vegna loka allir staðirnir okkar klukkan 8 í kvöld. Nema í Skeifunni. Þar verður opið í alla nótt eins og alltaf. Svo sjáumst við samkvæmt stundaskrá á morgun. Haha, Dominos.
5 blöð á FM 95. Lisa Reed með Alone Again, gammal slagari með hljómsveitinni Heart sem heita Alone og já, ekki það síðri útgáfa, já, meira svona mun betri en það er ekki þessu lagi, einhvað síður. Svona venst einhvern veginn, mér finnst það skrítið fyrst. Það var lengsta afkynning sem ég heist. Já, af því ég ætlaði bara að hrósa þessu lagi en svo er bara, það sem ég ætlaði að segja er að fyrri útgáfan er betri. Já. Með Heart. Já. En ekkert að þessu. Það styttist hér í, skal ég ykkur segja, Barnalandið og karaoke. Ég var að spá ég að fara eins og núna í Sturlast, eða hvort ég var að fara í Sturlast-staðrendir eða á ég að hringi í Pétur og Sveppa þegar voru að koma á veiði þeirra. Veit það hvort það veit eitthvað? Ég vil gera bæði, sko. Ég get ekki ákveðið hvort við höfum að gera undan. Ok, því ég veit ekki hvort hann svari. Ef hann svarar ekki, þá fyrir bara í Sturlast-staðrendir. Ok, það er enda mjög sniðið til þér. Hringi minn í Pésan. Sjá hvort það Pétur svari, hann átti að vera hérna þennan miðvikudaginn. Já. Það er beilað til þess að vera í veiðiferð. Já, hann var að veiða í gær. Sváfið þarna allt. Já. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei farið í, það er veiðiferð. Nei, voru að fiska það? Já. Nei, voru bara upp á hálendinu að taka hreindýr. Hvað gæti það verið? Nei, Pétur og Svetti að veiða hreindýr. Þeir eru dýranýðingar, báðir. Ég sé það, það var að tósa í rófun og ketti hérna fyrir utan einhvern tímann. Nei, það svarar ekki, við tekum kannski á þeim á eftir, þannig að ef við ekki bara hoppa í Sturlast-staðrendir. Jú, gerum það. Hvað ég fæ allt svona í hálsinn inn á milli. Viltu kaffi? Ertu með kaffi? Nei, með vatni hérna, hring. Þetta er minn. Herru tilbúinn? Já. Þá byrjum við á fyrstu Sturlu-staðrendinni. Ef þú myndir reka við samfleitt í 6 ár og 9 mánuði, þá verður komið nógu mikið gas í kjarnorkusprengju. Sturlu-staðrend. Samfleitt. Já. Það er helst tími í þetta. Já, ég veit ekki hversu dægilegt. Það væri kannski dægilegt. Já, en svo er maður alveg í kringum stundum í kringum menn sem eru svo miklaðir að maður heldur að þeir þyrfti bara svona 2-3 skipti eins og Hjöppi. Það verið í kringum hann þegar hann leysir. Nei, ég veit ekki. Horbjörður. Ég held að hann þyrfti svona 2-3 sprengjur, þá var hann komið í eitthvað deadly. Ég vil ekki hugsa þetta. Nei, þá er það næsta. Þú ert 1 centimetri stærri á morgnana en þú ert á kvöldin. Er það satt? Sturlu staðreynd. Á hverju væri ég að lesa þetta annars? Nei, ég veit ekki. Nei, Sturlu staðreynd. Ok. Þannig að ég er 1,80 á morgnana. Cool. Nei, þú ert 1,79 á morgnana en 1,78 á kvöldi. Nei. Jú, þú mældir þig morgun. Ég vill reyna 80. Ég heldur þetta nei, ég er mældur miðjan dag. En hefur þú íhugað að vera í hælu með einhverju svona til að gera það? Það er ekki svo, ég sé einhver stumpur. 2 bestu virminir í þættinu, Svepp og Pétur, mun minn en ég. Er það viljandi sem þú raðar í kringu þér lágvöxnu fólki? Já, ég er enda rætt þetta á þér, sko. Það leitaðast, en þetta var eins og þú vorum í 70 mínútum, þá var þetta lang algengasta lína sem ég fekk. Við fórum að skemmta eða eitthvað. Já. Vá, hvað ég held að vera mikið herri. Já. Þannig að ég leita allt út fyrir það svo ávaxinn með þeim. Já. Svo er það næsta, mjólkin í flóðhestum er bleik, Sturlu staðreynd. Geggjað. Já, það er bara svona eins og þú setja að fá jarðabragðmjólk eða eitthvað. Er það ekki flóðhestar sem að svitna rauður líka? Jú, þeir eru verið reyðir. Já. Þú veit ánægð með, þú ert að muna eftir Sturlu staðreyndinu. Ég man allar staðreyndina frá upphafi. Þetta er gaman að henda þessu með, og kannski einhverju sem voru ekki að hlusta þá þegar ég sagði frá því, að flóðhestar þeir svitna rauðu þegar fyrir ykkur sem voru ekki að hlusta 5. febrúar, þá fórum við yfir það hérna. Svo er það næsta, Tupac Shakur æfði ballett sem úlingur. Já. Sturlu staðreynd. Mér finnst það enda pínu skrítið því að hefði ekkert verið gert grín á hann og hann verið fullt af klíkum og menn að skjóta hvort annan eitthvað, svo bara var hann að æfa ballett. Mér finnst það töff. Já, Ballet gangsta. Ég geti óskað þess að foreldrar mínir hefði hent mér í eitthvað svona. Ég hefði reyndar ekkert hlusta á þá. Ég er nefnilega sko, þegar ég var lítill, þá vildi amma, hún ætlaði að borga mig 5.000 kall fyrir að byrja að æfa dans, sem var náttúrulega bara eins og 2 milljónir í dag. Já. Og ég neitaði, mér fannst það bara aðstæðanlegt að læra dans. Já. En ég var verið mjög til að vera góð dansari. Er þetta sama amma en hún málaði þig alltaf líka? Nei, pældi hvað ég væri í góðum málum, ég farið þennan ráðum. Ég veit alveg hvað það tala og ég geti óskað þess að ég hefði, auðvitað vil maður ekkert kannski eiga foreldrar sem að þvinga mann út í eitthvað, en ég hefði alveg verið til í að mamma eða pabbi hefði verið svolítið svona öll í lærðun og hljóðfæri. Já. Ég láti mig gera eitthvað annað en að vera bara vitlýsing. Já, einmitt. Þú fékkst ekkert uppeldi. Jú, ég get nú ekkert kvartað undir uppeldinu, sko. Það var voða lítið. Já, þetta sér hvernig er þetta. Svo er það næsta, lengsta skegg sem mælst yfir á konu var 35 cm. Þetta er eitthvað sem ég kalla ekki Sturla staðreynd, heldur kalla þetta viðbjóð. Mér finnst það snillt. 35 cm, hvað er það maður sjá? Sýndu með þú ert svo góður í öllu svona. Það er svona. Já, vá, þetta er viðbjóður. Mér finnst þú láðunar konur í kynþokkavillar. Já, það er ekkert að smá skegg yfir aldrei þetta neitt. Svo er það næsta, 2000 mann slasa sig á ári í Bandaríkjunum á blöðrum. Bara blöður, svona afmælisblöðrum? Já, bara einhvern veginn blöðrum, það er ekkert endilega afmælisblaðra. Ok. Spáði því.
En það er verið að tala svona blöður og svona blæstuður, sko. Já, ég sé ekki alveg hvernig það getur gerst. Ekki heldur. Nema mögulega að þú sko sest á blöður og hún springur undan þér. Já. Og þú meðir í bakinu eða eitthvað. Eða ert að éta hann eitthvað og hann festist í hálsinum með hann, getur verið eitthvað þannig. Þá ertu bara hálfviti. Já, þetta er í Bandaríkjunum. Já, Svo er það næsta, 25% fólks getur skrifað SMS án þess að horfa á síma sinn og nú langar mig að spyrja, ert þú einn af þeim? Nei, ég gata eins og á gamla Nokia símanum. Já, ég geta á Blackberry-inu mínum. Já, nú er ég með iPhone og ég geta ekki á honum, sko. Ég prófaði þetta blaðan til að tjekka hvort ég væri í þessum hóp. Ég get farið hérna og senda SMS. Ég er eins og alltaf að senda SMS og eitthvað svona undir stýri í bílnum og ég veit að ég mun einn daginn keyra á einhvern. Já, ert að segja þetta var opinberlega? Já, já. Ert að senda SMS með nátt að keyra? Já. Ekki, nenni að hætta þig, nenni að gera fyrir mig, ég er í umferðinni líka. Nei. Reyndar svo besti sem ég séð í þessu, er Egill Einarsson. Já. Hefur þú séð hann senda SMS? Nei, er hann góður? Hann gæti skráð sig í keppni ángríns. Hann þarf ekki að horfa á skjáin og er viðbjóðslega snöggur. Það er ekki oft sem ég hrósaði þessu gerpi en hann má eiga það, hann er snöggur að senda SMS. Svo er það næsta. Það er ekkert volið flott, svona töffsamt. Nei, þetta er ekkert eitthvað sem hún segir á fyrsta deiti. Nei. Já, hvað gerir þú? Ég fárólega snöggur að senda SMS. Já. 50% karlmanna sögðu að það var í lagi að ef kærast þeirra myndi halda fram hjá þeim með öðrum kvenmanni. Einn af hverjum tveim. Hvað er það? 50% bara, nákvæmlega. Helmingur karlmanna, þetta var eitthvað könnun. En myndu þess að ekki vilja vita af því, þú veist? Ég er í hópum, ég þarf að segja nei þarna. Ok. Myndirðu góður að það, ef konaðinn væri með annarri konu? Bara allt sem gerir hana hamingjusama. Já, ok. Ég vil bara að þessar prinsessur séu hamingjusamar. Já, það er rétt. Svo er næsta, er ég alveg rétt nú, manni, við þurfum að hringja hérna eftir. Því að þetta er störðlega starrend og mér langar að tekka hvort þú meir þetta í Íslandi líka. Í Kína máttu leggja því í IKEA. Í alveg? Störðlega starrend, já. Það er geðvitt. Þegar þú ferð inn í IKEA máttu bara leggast upp í rúm og leggja þið. Ég er enda, hversu oft, þegar maður fer í svona búð eins og IKEA, hefur maður langað bara aðeins að leggjast. Já, bara aðeins að til að meðan konan er að skoða eitthvað hluti. En veistu ég lendi í IKEA daginn, það er enda svolítið fyndið, ég ætla að koma með hérna. Ég var að skoða svona skrifstofudót, svona fyrir skrifborð. Já. Svo kem ég inn og ég er bara, vá, þetta er bara, það er búið að raða öll í þetta bara, þú veist, svona til þess að láta líta út eins og alvöru skrifstofu, var að skoða svona eitthvað skúffurnar og eitthvað svona. Nema þá var ég bara komin inn á einhverja skrifstofu hjá einhverjum sem var ekki til sölu, sko. Bara, þú veist, þetta var bara svona, já, það var svolítið vandræðilegt. Það var frammi bara. Já, það er líka... Þú veist, farin að fara í gegnum eitthvað dót og það var einhver svona glerug á borðinu og eitthvað, ég var eitthvað voðalega þetta raunverulegt. Geima svona eins og þessi búið að vera mjög busy. Já, nákvæmlega. En það er hérna, ég var líka með störðlega staðrindum daginn með IKEA að það er hannað svo komist ekki auðvitað út. Einmitt, þetta er völundarhús. Þú fer ekkert út sko sama dag og þú kemur inn. Nei. Svo er það síðasta störðlega staðrindin. Vísindamenn í Suður Kóreu geta látið ketti glóa í myrkri. Störðlega staðrind. Já, ég meina ef þetta fyrir ekki illa með köttin, þá var ég alveg til í þetta. Ef ég ætti kött. Eftir að þú byrjar að fara í allar þessar störðlegu staðrindir, sko, þá er ég farin að followa svona Twitter, alls konar svona einhverja facts, svona Google facts og eitthvað drasl á svona það sem að færi þetta bara dagstaglega, eða svona bara á hverju degi bara bunga þessu. Já. Ég er alveg sjúkur í þetta, sko. Ég veit það, ég fæ þetta það, nú les þetta hér fyrir hlustendur. Já. Þetta voru störðlega staðrindir dagsins, við ætlum að hringja hér í IKEA og eftir og aðtöða hvort það var megi leggja sig þar, svo líka karaokeið og barnalandið. En hér kemur Florence and the Machine. Hér í FM 95 blö. Mótið með setið maðurinn sem allir strákar vilja vera og allar stúlkur vilja vera með. Hættu þessu. Björn Bragi.
Og ég var að tjekka bara á sig núna kannski það? Hverju? Með IKEA? Já. Með sturluðu starrendina, hvort megi á Íslandi? Vil ég stöla það? Ok, ég ætla að syngja hérna. Við hefum ringt í IKEA áður í þessum þætti og það svona, þarf maður ekki að fara í gegnum eitthvað svona... Þú komin í samband við IKEA. Nákvæmlega þetta. Vinsælast veldu 1 fyrir opnunartíma eða 2 fyrir þjónustuver. Ef ekki þið valið farið samband við þjónustuver. Já, fáið samband bara. Það var nú svona hressa að heyra. Já, þetta var eitthvað sjálfur sko sem svarir sko. Ég veit það, það þarf eitthvað að tala inn á hann, sant? Það er rétt. IKEA, góðan dag. Já, góðan daginn. Herðu, ég ætla að tjekka á einu þarna hjá ykkur. Þið eru í Garðabænum, eða ekki? Jú. Já. Má leggja sig hjá ykkur? Má leggja sig? Já. Nei. Mátt leggjast í rúmun og pröfa þig, en þú mátt ekki sofa hérna, sko. Nei, ok, þannig að ef við kemum hann eftir og er að máta rúmið og svona, það mætti ég ekki sofna. Nei. Af hverju? Af hverju? Já. Af því að þetta er ekki hótel. Nei, ég er nú ekkert að tala um að taka nóttina. Nei, en það er bara... er ekki æskilegt að það sé sofandi fólkinu í búðinu. Nei, en er einhver sem fylgist með því, eða? Já, við erum náttúrulega með starfsfólk og svo fyrir verslunarstjóri og öryggisverður með myndavélar allt. Já, en það er engin refsingu það ef ég myndi nú sofna þarna? Ég bara... þú eru sennilega vakinn og beðin að halda áfram. Já, ég er að segja það, er allt svona í góðu, ekki bara svona... Ég á von á því, jú. Já. Fólk hefur ekki lagt að ég vana sinna að sofna hérna, sko. Nei, það hefur aldrei gerst við ykkur? Nei, ekki kannast ég við það. Nei, en viltu heyra stjórnlega staðreind? Já. Í Kína máttu það? Já. Þú mátt leggja þig í rúmunum í IKEA? Já. Já, það er kannski vegna þess að hún er 4-fold stærri heldur hér. Já, er auðvitað að fylgjast með þig kannski? Nei, og líka bara fólk er orðið þreytt. Já, bara að labba svona mikið? Það er víst nóg mikið kvartað yfir stærðin á þessu húsi, hvað þá ef hún er 4-fold stærri. Já, en kannski er þetta líka bara því að þau eru svo jolly og hamingjusum og leifa. Já, kannski, ég veit ekki. Já, þannig að má ekki á Íslandi, það má ekki leggja sig í IKEA. Nei. Ok, en þú getur sagt starfsfólkinu ef þú vill heyra stjórnlega staðreind að þú mátt það í Kína. Já. Og svo er líka mjólkin í flóðvestu með bleik, að þú vilt segja frá því. Gaman að því. Já, og ef þú myndir reka við samflitt í 6 ár og 9 mánuði, þá verður komið nógu mikið til þess að gera eina kjarnorkusprengju. Nógu gasi. Já. Þetta er svona stjórnlega staðreindir. Já. En segðu mér eitt... Nei, ég ætla að sleppa þess. Það eru ok, takk hjalla. Allt í lagi. Ok, bye. Bless. Þá vitum við það á Íslandi máttu ekki leggja í IKEA. Mér það sko, væri það ekki bara jákvætt sko, ef þú verður að skoða rúm og það verður gæi bara steinsofandi í því, myndir ekki vera bara, heyrðu, maður greinlega sefur mjög vel í þessu rúmi. Góður punktur. Hérna er gæi sem var að prófa það, hann er bara dottinn út sko, þetta var svo þægilegt rúm. Ég myndi bara segja, Ástin, sérðu þið þarna? Ég myndi bara, heyrðu. Hversu kósí er þetta, maður? Já, ég ætla að fá þetta rúm. Kannski er það sem að kynverarnir eru að hugsa. Þeir eru að leyfa þetta. Já. En hún sagði nú að það er ekkert vesen en illa séð. Já, hún svona gaf þig skýn en hún samt útilokaði ekkert að þeir myndu fara með þig fyrir aftan íka og berja þig. Svona svo að setja að telja spil í Blackjack í Vegas. Já. Bara svona, það er ekki bannað, bara it's frowned upon og svo ertu lamin. Já. Þetta var, við vorum að tjekka þarna á stjórnlegri staðreind og þetta má því miður ekki á Íslandi. Tiljónsveitin Fun með We Are Young. Má ég koma með játningu? Hvað er með? Ég eiginlega þoli þetta band ekki. Ekki? Mér finnst þetta lag gott, mér finnst nýja lag er ekkert spes. Ég hata það líka sko. Þetta lag, mér finnst það fínt í sumar. Sumarsmellur. Það var fínt í nokkur skipti sko. Ég er að heyra núna í svona 1000. Þannig að þú ert komið leið á því. Já. Ok, ég skal bara taka það til umhugsunar og kannski verður það ekkert spila aftur þetta í þessu þætti. Það er alltaf í lagi, ég ætla ekki að segja ég hati það. Það eru örugglega margir sem fíla og það má spila það fyrir þá. Ok. Ég var bara að segja ég er svona komið nú. En það er hins vegar komið núna að dagskrárliðnum Land of the Children. Land of the Children. Eða hvað er að gerast í barnalandi? Þurfum við ekki að fá einhvern styrktaraðila á Land of the Children? Jó, það vantar trailer á það sko. Eins og, þú veist, var alltaf, þú veist, gamla dag eins og undan Friends og eitthvað svona, það eru vinirnir í Sparsport sem bjóða þér upp á vini. Já, það eru börnin í barna, það eru börnin í Sams sem að bjóða þér upp á barnaland. Já, væri ekki eitthvað svona barna, eitthvað? Já, einhver barnabúð sem getur stokkið á það. Já, nákvæmlega. Það er alltaf komið að barnalandinu eða The Land of the Children. Já. Herðu, þá byrjum við á laufléttu, þetta er svona bara uppbytunar tópik hérna. Það er Twitters. Þetta er þú eða ekki, þú ert mjög aktífur á Twitter. Jó, duglegur þar. Þú ert með hérna notendanafnið Twitters á barnalandi og spyrð hvaða bíómynd hefur hreyft við ykkur? Hvaða bíómynd hefur látið ykkur líða rosalega vel, illa, hrætt eða eitthvað annað? Sem sagt, hvaða bíómynd hefur haft mest áhrif á ykkur?
Og það eru hérna svör, það eru Dark Care Woman sem að segir svo mynd sem hefur haft mest áhrif á mig er The Blind Side og Intouchables. Ég get ekki gert upp þar á milli. Blind Side var góð. Sönn saga mástu með Söndru Bullock. Já, Intouchables eða Indouchable er líka mjög góð. Mælum henni, mér aðstæða reyndar Blind Side var hún ekki aðeins á myndin. Nei, mér aðstæða hún góð. Intouchables er stórkostleg. Já, mjög góð. Allir ætti að sjá hana. Svo kemur einhver Mér langaði bara eftir ég var búinn að horfa á Intouchables, mér langaði bara að fara að hjálpa einhverjum manni sem átti erfitt. Hjálpa einhverjum ríkum manni í hjólastól. Já, og hann myndi svona ætliða mig. Ok. Svo segir einn The Matrix sem að, já, og einhver segir 127 Hours, High Fidelity, Eyes Wide Shut, The Shining, það er svona eitthvað hérna, ég var bara, ef einhver er að fara að horfa á bíómynd í kvöld, skilur, þá vildi ég taka þetta bara stutt. Já, ok, það er ekkert að koma neitt krassandi svar þarna sem við erum að fara að hlæja. Nei, við erum ekkert að fara að hlæja, just þetta er uppbytunaratriði. Það er ekkert allir sem fíla uppbytunaratriðin. Nei, þetta var ekki gott barnaland þarna fyrsta. Bítu, eitt segir hérna The Pianist og Schindler's List sem eru báðar mjög góðar og mjög erfiðar myndir. En hvaða mynd er það svona hjá þér? Sko ég er enda þegar ég sé The Pianist hérna, hún er alveg rosaleg sko. Ég er bara tárast yfir einni mynd. Nei, ég tárast yfir tveið myndum. Hvaða myndir er það? Og það bæði sanna sögur og bæði Adam Sandler myndir? Nei, það var Jack and Jill og La Bamba. Já. Og svo kvikmynd sem heitir 8 Seconds með Luke Perry. Já. Sem leik Dylan í Beverly Hills. Já, þetta var sönn saga Lane Frost sem að dói mitt í Oklahoma, hann frá Oklahoma, hann dó þegar ég bjóðar og það var mikil sorg, hann ég myndi eftir því og ég svona táraðist þegar ég sá þá mynd. Veitu hvernig dó hann? Hann var stunginn á nauti, hann sem sagt, he was a rodeo. Já. Hann sitt í 8 sekundur á nautum. Mitt. En ég mæli með The Pianist, sko, hún er mjög örfið. En allavega, svo er hérna er svolítið top, sko, þetta er alltaf á svona léttum nótum í dag. Ok. Eða flest held ég, minni mig. Það sýnir líka að það er ekkert bara ruglut allar handinni. Já, sko, þú veist, hérna segir einn, hvaða orð finnst ykkur astnaleg og notið ekki? Sjarmatröll og Lazarus finnst mér glötuð. Sem betur virðist sjarmatröll vera detta út. Ég er enda samanlega sem finnst ekkert ógeðslegra en þegar fólk talar lítið Lazarus þegar einhver er veikur. Finnst það ógeðslegt? Það er, þegar þú sér það á Facebook, ég meit lítinn Lazarus hérna heima. Já. Það er viðbjör. Svo hérna kemur einn í það flest, það er svolítið gott svar, flest stitt orð sem enda á ó. Ógó, Kæró, Mömmó, en svo segir hún Bíkó. Svo það sé eitthvað stitt orð. Og hún fær endar skot á sig líka. En Bíkó heitir bara Bíkó, er það ekki? Jó, það er ekkert að stytta það. Það heitir byggingavörðuslun eitthvað. Kópavóks, nákvæmlega. Hérna, svo er hérna orðin svo kjúli og krúttsprengja. Mér finnst þetta alltaf ógeðslegt, sko. Það er ekki kjúli? Nei. Kjúli matinn? Jú, þú veist, ok, jú, það er alltaf lagi. En á mannesku, skilur. Já, svona, ég kalla hann þetta Aron Bálmarsson kjúla. Já, það er svolítið ekki sko. Herru, svo er hérna svo þegar fólk er ennþá að bæta .is aftan við orð eins og það sé árið 1999 hallarslett.is. Það er viðbjóður. Það er ekki flott. Bumbubúið er orð sem fyrir svakalíð mig, segir einhver. Steak.is. Já, svo er hérna, svo segir einn prins og prinsessa faggi. Og ég man ekki meira. Já, það er svona þessi já, og svo einn hérna tekur þetta saman, þessi krútlegu orð, bumbubúi, prins, prinsessa, kríli. Ég erum ekki sammála því, þetta eru ekki flott orð. Jó, ég heldur séu nokkuð sammála þarna. Herru, allavega, svo er hérna, þetta er best. Þetta er gott topic hérna, það er Sea Pirate sem að spyr, eru fleiri en ég að frjósa? Og svo kemur hérna heilöng umráða hvað öllum er kalt. Og hann skrifaði hérna, ég þarf að fara að sækja dúnsængina niður í geymslu og kveikja öllum opnum. Já, og hérna einhver sem heitir andlega örfend segir, vá, já, ég var að tala mömmu í gær hvað allt innu var bara kalt. Gott innlegg þar. Ekkert meir. Herru, svo er hérna hvernig nærbuxum ertu í dagsdaglega, spyr Sea Pirate líka. Nó, Sea Pirate er... Hún er virk, eða hann. Já. Og það er hérna, þú veist, það er kosning og það eru flestir í boxer/hipster. Já, bara boxer nærbuxum. Já, ég veit ekki alveg hvað hipster er. Nei. Í nærbuxnum. Venjulegar segja líka margir og ömmu nærbuxur upp á nafla segja 29 manns. Æ, þannig er bara einhver að reyna að vera fyndin. Nei, er það? Ok, sorry. Nei, ég veit það ekki. Nei, ég er mikið af konum sem er í svona ömmu nærbuxum upp á nafla. Ég myndi ekki vita það. Jú, þú nú verður með nokkur konum.
Hættu þessu. Svo hérna streng, það segja 63 sem er 8% minna. Það er ekki nema svona 18% segja G-streng sko. Já. Þetta svona eitthvað og... Hvernig nærbuxum þú í? Núna? Veitu? Ég í svona frekar venlegum boxer bara. Já, ok. Herðu, ég var reyndar að heyra eitt þig. Hvað? Að þú værir aldrei í nærbuxum. Það hárrétt. Er það? Það voru sjaldan. Ég bara Leon Manda. Akkurru? Ég veit ekki. Er ekki eitthvað suppulett? Nei, alls ekki. Hvað, ég þrýf mig fyrir sturtu tvisar á dag. Annað heyrði ég. Mér var sagt þetta í laugum. Ég var að fara sko, ég nefnilega gleymdi nærbuxum. Bara í óspurðum fréttum eða? Ég var gleymdi nærbuxum, ég var að klæða mig í klefanum. Var að tala við sameiginlegan félag okkar. Svo var ég að fara í buxurnar og hann bara, nei, bara kommando. Hann bara eins og Öddi, hann aldrei í nærbuxum. Já, þetta þú veist, strákarnir í 70 og ég fengi að heyra þetta alveg, sko. Já, þetta var Jói Ásbjörns sem sagði þetta. Já, en það var líka ég var einu sinni í sporthúsinu og þá var ég að klæða mig í buxur. Þetta samtali voru svona ár síðan eitthvað. Og þá var svona eldri maður, svona nokkuð vel í holdum. Þannig ertu ekki að gleyma ykkur í félagi? Bara gaurið sem ég ekki ekki. Nei. Bara hvað ertu nærbuxnalaus? Já. Nú hvað? Gleymdur þið með það? Ég bara svona, þetta var ótrúlega steikt moment. Ég bara, nei, og svo hugsaði ég bara með mér, ég nefndi ekki að fara út í þessu umræðin, ég sagði bara, jú, veistu, ég gleymdi þeim. Já, þetta er mjög skrítið að skipta sér á sig og manneski sem þekkir ekki neitt. Já, þetta gerist undir mér ræktinni. Fólk fer bara svona að spjalla við mjög skrítna hluti. Það eru líka allir að skoða dýrið á þér. Næ. Þetta er Öddi þannig. Tjekkum á honum. Ertu með eitthvað meira í barnalandinu? Sko, ég er með meira, þetta er bara svo lélegt barnaland hjá mér, ég er að sjá það núna. Þú sagði mér áðan og væri með ágætis barnaland. Já, ég veit það, ég var bara getting off my back. Ok, hvað er síðast? Þegar fólk heldur að þú sért yngri en þú ert, og það er Lil Mama. Ég lendi ekki átt í því. Hvað finnst ykkur vera hrós? Ég á frænku sem er 46 ára og það er oft sagt við hann og hún lítur út fyrir að vera 16 ára sem hún er bara rosalega ánægð með. En ok, mér persónulega finnst 16 ára er bara ótrúlega barnalegt í flestum tilvikum og eiginlega bara alls ekki hrós. Hvað finnst ykkur? Hvað finnst ykkur? Svo kemur kommentina 46 ára að tala vera 16 ára. Er fólk blind eða er konan eitthvað eftir á? Þetta var þetta gott, þetta var ágætt. Já, enda þetta high note. Ég ætla ekki að lesa síðasta. Nei, ég var að sjá það, það var þetta best. Lendið þú í því að fólk heldur að setja yngri eða þess? Nei, ég held að fólk heldur bara að ég sé nokkurn veginn það sem ég er. Já, en dertu það svona þess. Þetta var barnaland dagsins, hér rétt handa á hotnið er karaokeið. Þess að það eru ennþá skóladagar í Kringlunni höldum við áfram að gefa skemmtilega vinninga frá Kringlunni. Fylgstu með á FM og þú gæti verið heppinn. FM 957 og Kringlan í skólastemmingu. Nú er skólastemming í Kringlunni. Skiptibókamarkaður, skólaföt, vel yddaðir blýantar og brakandi leðurtöskur. Mundu eftir ávísuninni. Kringlan. Spennt fyrir skólanum. Arion-appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur þú stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Barnadansar, samkvæmisdansar, salsa, zumba. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Í námunni fá námsmenn 2 fyrir 1 í bíó. Landsbankinn. Það verður opið hús í Borgarleikhúsinu á laugardaginn milli klukkan 1 og 4. Húsið iðar af lífi í hverjum krók og kima. Opnar æfingar, skoðunarferðir, tónlist, fjársjóðsleik og óvæntar uppákomur. Ilmandi kaffi og vöfflur handa öllum. Vertu velkominn á laugardag. Borgarleikhúsið. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum. What are we to do? Það er ekki hugguleg lög á leiðinni því að það er komið að karaoke hér í FM 95 blöð eins og alltaf á miðvikudum. Þetta er í fyrsta sinn sem að Björn Bragi eða Bibi keppir hérna mótið mér. Býttu ekki Bibi King lengur? Nei. Bara Bibi? Brját Bragi er orðin Bibi King. Ok. Svona Bibi Blakar. Alltaf vel. Herðu, hvort viltu byrja eða á ég að byrja enn Hólbjóð? Ég vil að þú byrjir. Sko lögin sem að fengum inn, þú færði eiginlega gott lag. Heyrðu. I believe in a thing called það er stemmingslag sko. Já. Þú ert að velja úr fullt af lögum sem þú syngja. Já, hvað átti ég að fara að syngja? Climax með Usher eða? Já. Það er ekki sjens. Jú, taktu það hjálfurinni, ég skoraði þig. Og svo hittu þær hérna Boyz II Men, End of the Road to the end. Það er ekki hægt. Þú getur þetta. Nei, ég er búinn að velja eitt lag hérna sem heit ringt inn með og ég hugsa að sé svona skásti kosturinn og það er Walk This Way með Run DMC. Ok.
sem að, Run DMC og svo gerðu þeir þetta með Aerosmith. Ég veit ekki hvort að það sé hann inn í karaoke dæminu, en ég er alltaf búinn að finna þetta og ég ætla að taka það. Og ég skal byrja, svo tekur þú hérna Believe in a Thing Called Love. Tilbúinn? Mjög spenntur. Já, þá er það ágóð með þessu, ég byrja. Vá, þetta er svo hratt þetta lag að ég þarf eiginlega... Þú ert stressaður? Píni, ég er alltaf stressaður fyrir karaoke. Ok. Af því að mér finnst þetta vont, sko. Herðu það byrja. Vexnaði, býtu það var komið inn í mitt lagið. Við fullt stressaður. Ok, býtu það. Ok, þetta er það byrja. With the boys in the old school and your feet flying there, singing hey diddle diddle day, and then you're kidding with the middle of the swing like yeah. So I took a big chance at the high school dance where the missy was ready to play. I wasn't me, she was fooling cause I knew that she was doing and I know the love to stay. 1.57, ég er búinn. Mér finnst þetta bara mjög gott hjá þér. Nei, jú, það var það ekki. Þú varst í bara fínum tón. Þú ert eins og, nú ert eins og Pétur Jón, you're patronizing. Nei, alls ekki. Ég sko, þú reyndar sko... Nei, heyrðu, ég er að segja, þú byrjar þetta vel, svo náttúrulega er þetta svo hratt lag. Ekkert smá, það er erfitt og ég er að reyna að segja textan réttan, sko. Já, ég veit það. Ég bara heyrði Steven Tyler takta þarna. Já. Ég er ánægð með þig. Einu Steven Tyler taktan það sem heyrði, það var, skeitir ekki máli. Herðu, góði, það er komið að Bjössa og þetta er í fyrsta sinn sem að hann tekur hérna, skal ég ykkur segja, karaoke. Heyrðist ekkert í undirspilinu? Býtu, ég heyrði? Jó, ég heyrði líka. Herðu, ok, ertu tilbúinn? Nú setjum ég upp á þér. Ok. Og kóti hérna. Þú voru byrjað að byrjun? Já, sjálfsögum. Ertu ready? Já, ég er ready. Kynntu lagið. Já, það er sérst, lagið er I Believe in a Thing Called Love með Darkness. Býtu, fer ekki á byrjun eða? Já, það er bara introduction eða svo langt. Ok. Ég verð að gefa þér klapp fyrir þetta, maður. Hvað að djóka þetta? Já, svona ángrís. Þetta var hrikalega vel gert þér. Takk, sömuleiðis. En það eru hlustendur sem velja. Nú er það bara 5-11-09-57 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa karaoke-keppni. Það er alltaf sömu reglurnar hérna í okkur. Þannig að nú erum að gera hringja. Það er svona spenntur á öfinni. Já, þetta er svaðakeppni og best að opna bara fyrir síman. Maður sjá, setja hann og sleðan upp hérna og þá tjekkum við á þessu. FM 95 Blökkur fær þitt atkvæði. Bjössi fær þitt. Nei, Auði. Hæ? Já. Fæ ég atkvæði? Já, það er ömulegt til Bjössi. Ó, slökkur svo kynnta, herru, I'll take it. Nei, þetta er Auði, takk. Herru, ok. Þetta var klofin persónleiki. Já, það var eitthvað að gerast þarna. Staðan var 1-0, FM 95 Blökkur fær þitt atkvæði. Klálega, Bjössi. Já, þetta var vel gert hjá honum. Takk fyrir. Þetta er frábært. Maður mitt ekki allt í lagi samt eða? Maður mitt ekki ágætt eða? Ég get ekki alveg sagt það. Ok, takk fyrir að hringja. Ok, bye. Staðan er 1-1, mikil keppni hér í karaokeinu. Hver fær þitt atkvæði? Björn Bragi. Björn Bragi. Takk fyrir það. Er það því að þið fannst flottara lag eða því að hann bara söng betur? Nei, því hann er næsti B.B. King. Næsti B.B. King. Hann er komið með tætnara sem hann hefur hælana. Já. Herru, takk fyrir að hringja. Staðan er 2-1 fyrir Bjössa. En herru, við erum ekkert að fá atkvæði út á neitt söngaða neitt sko. Það er bara eftir einhver svona geðþótta tilfinningu. Já, hver fær þitt atkvæði, kæra hlustandi? Já, sko, málið er það. Já. Að þið eru náttúrulega báðir, sko, rámfalskir, sko. Já, við vitum það. En ég held að ég verð að gefa auðvitað blöð fyrir þennan flutning. Takk fyrir það. Og svo má ég líka koma einu að líka. Hvað er með það? Ef ég gæti beðið óskalag. Ok. Að þá er það óskalag sem Aron Pálmarsson komið í þáttum þinn, Öddi. Hvað er það? En viltu ekki að við syngjum það? En hvað óskalag var það? Nei, ég veit ekki, sko. Þú náttúrulega verður að rifja upp tímana þegar Aron Pálmarsson kom í þáttum þinn, sko, sem gestur. Ok, ég skal reyna að hugsa það. Takk fyrir að hringja. Takk. Ok, bye. Staðan er 2-2, það er hörkuspennandi keppni FM 95 Blökk. Hver fær þitt atkvæði? Öddi, að ég verður að segja ykkur ekki. Það ekki ykkur, hver er hókurinn? Það bannaði að kjósa sinni einn heimabæði. Þetta er eins og Eurovision. Ísland má ekki á Ísland atkvæði. Hvar eru þið? Kaffi Grók, hvar eru þið? Nei, við erum bara heima að læra. Ok, hvar búið þið? Á Sauðárkróki. Já, hvar á Sauðárkróki? Það er bara einn heimili á Sauðárkróki. Hættu þessu Bjössi, hvar á Sauðárkróki eru þið? Við erum við Daltúnum 15. Daltúnum, maður. Helga Freyr. Já, Helgi Freyr og Svappi bjóða líka, ég beð heilsa.
Ok, bye. Þetta útvarp Krókur. 3-2 fyrir mér, FM 95 blöð. Hver fær þitt atkvæði? Björn Bragi, allan daginn. Allan? Yes, takk fyrir. Segðu bara Björn Bragi, þú ert ekki að segja allan daginn. Jú. Allan daginn. Þetta var bara öruggur. Þú ert ekki að menna takt, Segðu, ok, næstu hringi, segðu bara, herðu, það er Björn Bragi. Þú ert ekki að koma, Björn Bragi allan daginn. Sorry. Ok, bye. Við líðum sér að fengi 12 stig í Eurovision. Þetta var ekki bara þú fékkst atkvæði, heldur svona nánast mátti ég bara fara heim hjá þeim. Herru, 3-3, tekum að næsta. Hver fær þitt atkvæði? Heyrðu, mér langar nú bara að segja að þú ert bara mjög ömulegur, Röddi. Já, takk fyrir það, gaman að heyra. Þú hefði betur ekki tekið one thing, af hverju tókst ekki það? Herðu, ég reyndi það, það var ekki sjens. Heyrðu, hvað meinar það? Þetta er skæðið slá, það hefði farið vel að taka til lag. Ok, tekka setna, en hvað fær þá Bjössi atkvæði þetta? Það sjálfsögða, það er ekki þú. Það er ok, sorry maður. Bara eins og maður sé með alla fyrirhandi hérna á línunni. Herru, ég leita þér. Já, bye. Herru, 4-3, Bjössi getur tryggt sér sigur. Please, láttu mig jafna. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Halló? Já. Hæ. Ég kýs auðvitað. Anna, 4-4, þetta er að fara bara down the wire, svona átt að vera. Það er úrslit atkvæði næst. Takk fyrir að hringja. Ok, 4-4, hvort þú að velja línuna vinstra megin eða hægra megin? Ég fer vinstra megin. FM 95 blöð, hver vann karaoke-keppnina? Auðun Blöndal. Þessi snillingur. Hvað heitir þú? Bjarki. Bjarki, herru, takk hérlega fyrir þetta, þú bara tryggja mig sigur. Já, takk fyrir bara performansi. Herru, það er bara lítið að þakka, ég fer hérna í allan dag. Þetta er einhver rosalegasti dómaraskandall. Mæsa, hefði ég tekið hægra megin, ég var að spá í hvora línu. Þetta er mesti dómaraskandall. Hver að fengi þitt atkvæði? Bjössi, klárlega. Bjössi, ég tók rétt að línu. Takk sáttur að hringja og hætt að segja klárlega. Takk. Bye. 5-4 fyrir blöð. Ég er á róli núna í karaoke-veistarinn. Ég held að þessar karaoke-keppnir hérna á miðvikudaginn sé að gera með betri söngar. Að tapa fyrir þér í karaoke, sko, ég á ekki einu svona líkingu yfir það. Hvað það er niðurlægandi. Nei, það er svo að tapa fyrir... Já, það er ekki nógu sterk líkingu. Nei, látt ekki svona. Ég er allra að koma til í þessu. Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wild, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let the chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. I feel your space and forget your face. I swear I will. St. Bart, St. Bullet, anywhere I cheer. Just bring with me. Á ferðalagi landið. Næstu helgar verður morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á hinum og þessum stöðum allt land. Fyrsta stopp er á Kaffi Egilsstöðum. Lauflétt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveitt ball fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á Kaffi Egilsstöðum laugardagskvöldið 1. september. Morgunþátturinn Magasín. Jazzinn er dásamlegur. Jazzbúla Ronny Scott, borðapantanir í síma 20 74 39 07 47. Nú er ykkur óhætt að koma. Ólympíuleikunum er lokið. Ferðamannaráð London. Útsala, alla daga. Útsala, verslunareigendur Oxford sæti. Ertu svangur? Við eigum mat, Nobu, Park Lane, Mayfair. Það voru að losna stöður í lífvarðasveit drottningar. Nánari upplýsingar fást hjá elisabeth@buckinghampalace.co.uk. Chelsea áhangendur hittumst og tökum lagi fyrir leik á Fulham Road, The Butcher's Hook. Bættu smá London í lífið þitt. Verð frá 19.800 Icelandair. Mesta Wonderweb frá Lee Stafford fyrir rokkað óstöðugt og geggjað hár. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaup. Dansstudio World Class. Byrjum 10. september. Dans fyrir allan aldur. Frítt líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. worldclass.is. Velkomin
Velkomin í nýja og glæsilega verslun 10.11 í Lámúla. Full búð af spennandi nýjungum. Alltaf nýtt og ferskt sushi, nýkreistir ávaxtasafar, bústdrykkir og ljúffengir heilsuréttir frá Ginger eldaðir á staðnum. 10.11. Tveir frábærir þættir í opinni dagskrá á miðvikudagskvöldið klukkan 8:20 á Skjá 1. Last Chance to Live. Einstakar heimildamindir lífshættulega þungt fólk. Og skrautleg brúðkaup í My Big Fat Gypsy Wedding. My God, they did look like prostitutes. That's how you would describe them. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is. Movita Corona árlega plötusnúðakeppni sem verður haldin í Svíþjóð 17. nóvember næstkomandi. Undankeppni fara fram allan heim og nú á Íslandi. Keppnin fer fram á Gamla Gauknum laugardagskvöldið 1. september. 1000 kallinn og Corona fylgir. Keppendur verða Viktor Birgis, Háskell, Gretar G, Skeng og Kerr. Corona og Gamli Gaukurinn. Við hjá Dominos ætlum að taka okkur örlítið frí og skemmt okkur í kvöld. Þess vegna loka allir staðir okkar klukkan 8 í kvöld. Nema í Skeifunni. Þar verður opið í alla nótt eins og alltaf. Svo sjáumst við samkvæmt stundarskrá á morgun. Haha, Dominos. NYX Cosmetics vinsæla ferðunarmerkið opnar nýja og glæsilega verslun að Bæjarlind 14-16 Kópavogi föstudaginn 31. ágúst. Fullt af flottum tilboðum í gangi. Láttu sjá þig. CCA og DJ Margeir verði í kjallaranum á 11 næstkomandi 50. kvöld. Húsið opnar klukkan 10 og 1000 krónur inn. FM 95 blöð. Á FM 95. Mínum uppáhalds Idol-keppendum fyrir og síðar. Chris Daughtry með hljómsveitinni sinni Daughtry. Lagið heitir It's Not Over. Heitir hljómsveitina Daughtry? Já. Nice. Já, alveg svo... Þannig að þú verið hljómsveit myndi skýrna Blöndal. Það var enda drullu gott nafn á hljómsveit. Hljómsveitin Blöndal með Þetta ekki búið. Þú ætti kannski gera það fyrst þú vannst nýja Karagjáðan. Já, hver veit nefnir ég sé bara að fara að stofna hljómsveit. Lead vocals. Þetta svona sigur. En þetta, ég man þegar Chris Daughtry datt út úr Idol. Ég var actually reiður. Ætlaði bara hægt að horfa á eitthvað. Hann náttúrulega your brother in hair. Já, sköllóttur og flottur. Nefn að hann, eins og alvöru maður, búinn að skafa þetta assið, menn ég ennþá að berjast við þetta litla kiwi hérna. Ég reynda að koma inn í 1 cm, sko. Ég nánast byrjar að... Ertu eitthvað að safna ennþá eða? Safna hári? Já. Nei, finnstu það líklegt? Nei, ég veit ekki, þú sagðir ég að berjast við þetta ennþá. Nei, þú veist að því ég tek ekki sköfuna, sko. Já, ég skil. Því að ég hef gert það einu sinni og það var eins og ég var veikur. En hvenær ætlum við að fara með í hárigræðslu? Við vorum að spara að safna fyrir henni hérna í þættinum. Já. Búið til eitthvað svona trailer og hérna... Ég til í að, og við skulum semja lag líka. Já, eitthvað svona hára... Leggjum honum lið. En fyrst að Rúni gæti það. Já. En sko, hárið á Rúni samt ekkert, veist, hann getur ekkert hent í marga greiðslur og eitthvað svona... Það svolítið sko, mér varst nefnilega fyrst sá ég það og ég var bara, heyrðu, þetta er bara nokkuð gott. Já. Svo ég man ég á EM í sumar, þá fannst mér eitthvað skrítið, sko. Já, hann svona, þetta stundum allt í lagi, stundum hálfókill, ég veit ekki að væri svo kjánald. Ég myndi alltaf aldrei fara í hárigræðslu, svona áns að láta alltaf vita af því. Nei, ég held líka að fólk myndi alveg fatta það, sko. Já, heldurðu? En ég nefnilega, en hvað með að finna flotta hárkollu á það þér? Hárkollu? Já. Nei, klæjar alltaf svona. Ég var með hárkollin daginn hérna í búningapartíinu. Þegar mannstu ég Ron Burgundy. Já, þú varst flottur þá. Já, og byrja að klæja rosalega samt. Ég held þú getur ekkert fundið hárkollur, veist, og svo hversu þreytt væri það, kannski fara niður í bæ á 17. júní, hvað heldur það er margir sem taka af manni hárkolluna? Ég held að fólk myndi bara setja hann aftur á og höfuðlega rauti flottur. Nei, ég held að væri meira svona myndi lappinu okkur skemmtist á djaminu svo bara, hver tók hárið af mér? Í alveg, þetta er ekki fyndið. Kottu með hárið af mér. Það er eitthvað sett við það. Mér finnst það flott. Nei, ég er enda búin að segja með það, bara fínt að vera sköllóttur. Er það? Ég er að djókir, ég hef alltaf sagt góð flottur. Auðvitað langar mig að vera með þitt þykka æðislega hár. Ég bara geta ekki. Ég er allan daginn að djóka. JC hendi þessu bara á mig. Mér finnst þú gullfallegur, mér finnst mjög flott að vera með fallegan og vel rakaðan skalla. Við verðum bara að lifa við þetta. Já, mér finnst það bara kallar. Á ég að gera þetta Dominos, dæmið það? Ringi Dominos. Já, en sko það er eitt hættur að vera að gera ad sko í beinni. Þetta er ekkert ad, við erum bara að spurja. Já, ég var samt að spæja að taka skilur eins og mér langi partíi. Ég var að spæja að breyta rödd og eitthvað svona, en núna til dæmis ef þau eru að hlusta þá er þetta bara dautt.
Já. Það reynir það. En þú veist, fólk sem svo í síman hefur allir hlust á útvarpið. Nei, þetta gæti orðið ömulegt, ég ætla samt að prófa þetta. Já. Þetta er aðið beinni, það er alltaf hættulegt. Fyrir þá sem að þeir stilla inn, þá erum við að ringi í Dominos því að þeir ætla að loka... Klukkan 8 í kvöld. Já, því að þeir eru með skemmti. Já, það er búið að auglýsa þetta á stöðinni allan dag og bara því að við erum að skemmta okkur í kvöld, þá er loka klukkan 8. Já, en ég menn eins og allir vita, þá drekka pizzasendlar yfirleitt á miðvikudögum en ekki á föstudögum og laugardögum eins og aðrir. Já, nákvæmlega, tjekum við. Þess vegna er Dominos með partí í kvöld. Dominos pizza. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herra, hvenær byrjar partíið? Hvenær byrjar partíið? Já, ég hef auðvist að það er partí. Já, það er bara fyrir starfsmenn. Ekki pizzapartí? Nei. Æ, þetta er svo lillegt, það er bara... Herru, hvað er jam í kvöld? Já, fyrir starfsmenn. Ásatíð? Nei, það er hérna... það er bara kvöld það sem allir starfsmenn heitast. Já, ok, þetta er eitthvað svona reglulegt í okkur, eða? Já, þetta er alltaf eftir megaviku. Alltaf eftir megaviku? Já. Og hvað? Verða pítsur í partíinu? Örugglega ekki. Það verður grill og bjór á svæðinu. Ok, hvað er þetta haldið? Ég bara veit það ekki. Ég er ekki með það að hreinu. Er þetta ykkur óvissa? Já. Og má ekki segja okkur það? Á að mæta? Já, ég veit það. En er þið svona dressið ykkur upp og svona? Já. Já, í hver ætlaru? Ég er ekki búin að ákveða það. Nei, en heldur þú að það er í kjól eða náttúrulega byrja að kólna þess? Það byrja að kjólna? Já, það byrja að kjólna þess. Heldur þú að hendi þér í kjól? Já, ábyggilega. Ok. Hvað er vinsælasta pizzan á ykkur? Herri, það er extra. Já, extra. Já. Hvernig er stemmingin í símvörinu núna? Ég var að vinna þarna fyrir 10 árum. Í alvöru? Já. Ok. Er þetta ennþá í lógahólum? Já. Já. Og er stemming í húsinu? Allir spennti fyrir kvöldun og svona? Já, ég held það, sko. Já, ok. Glæsilegt. Ég var beðin um að hætta að mæta. Nú, akkur. Af því ég var alltaf eitthvað, ég nefndi ekki að vera í vinnunni og ég var eitthvað, geti ég fengið frí í viku og eitthvað, hún bara, Vá, hvað er ekta þú maður? Þarft ekki að koma aftur. Já, ok. En þú veist. Góður starfskraftur. En ég er tilbúin að bæta með, þið viljið gefa mér annars séns. Já, ég sé ekki það, sko. Þú leggur allavega einn gott orð fyrir mig. Já. Það eru, ég er að fara í afmæli á laugardaginn, þannig ég heyri bara þér á sunnudaginn. Ok, ég er í pantauðina. Bye. Á tímamóta símdal hér á símaverði hjá Dominos. En næsta lag er sett á fyrir... Ég var samt mjög góður á svona síman, sko. Já, ok, þetta eru mættir. Ég er með góða rödd. Já, næsta lag er hins vegar tilengað starfsfólki Dominos, fyrst að þau eru nú að fara á djamið. Já. Ok, þú veit í gang fyrir þau. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? Þetta er flestir að vera að byrja að þekkja hverju þetta eru. Jay-Z og Kanye West hér með Paris. My zone. Þetta verið jammandi Dominos starfsmenn. Já, og bara þá sem er að fara að gera eitthvað skemmtilegt á miðvikudagskvöldi. Fagna því að vikan sé hálfnuð. Já, og ef það er ekki tilefni til að fagna, þá veit ég hvað er. Maður finnur alltaf eitthvað. Nú er vikan hálfnuð og ég ætla að opna flösku. Já, líka bara til dæmis ef ykkur myndi sjá því, bara vafrandi um bæinn í kvöld, bara hvað Bjössi, bara hullu, hvað er að gerast? Þá getur þú til dæmis hendi, bara Tottenham var að sæna Dembele og mér fannst það bara góð ástæða. Sem er enda góð ástæða. Já, veist, ég öfund okkur að þessum. Þetta er toppleikmaður. Það vildi fara til stórliðs. Ná, þá hefði nú komið til Manju. Nei, það vildi fara til stórliðs. Þeir eru nú ekki búin að byrja þetta vel. Þið gerðið jafntefli á heima þetta Þeir eru ekki búin að byrja þetta heldur vel. Það verður konið 3 stig. En þú veist að sem Tottenham aðdandi, þá er ekki gott fyrir ykkur að gera jafntefli á heima þetta á mútið Vestbrom. Þetta ekki sammála því? Jú. Þið hefðu átt að vinna þann leik. Já, ég sammála því. Já, það hefur svona verið sterkari fyrir ykkur. En við klárum síðustu 36. Já, einmitt. Það
Það er svo að komið að dagskrárliðnum lagið á... Viltu veðja hvort liðið endar ofar? Tottenham með Manchester United? Alla daga. Það er svona svo veðja hvort ég fá að hára okkur. Það er svona, myndirðu segja að það að Tottenham myndi lenda frá Manchester United, það væri svona eins og að þú vannst í karaoke-keppni áðan? Nei. Með mína pípur. Gleymdu þessu. Herri, ég er að djóka þér. Það er komið að laginu á leiðinu heim og ég er búinn að velja hér lag. Ég spurði nú ekki á Twitter að þessu sinni. Ákvað að velja þetta bara sjálfur og þetta lag er í ruglunum og ég reyndi að segja þetta. Þú ert í ruglunni. Búinn að segja þetta öll lög sem ég er með í lagi á leiðinu heim. En þetta er svona eitt af mínum all-time favorites. Já. Og ég veit ekki, mér finnst erfitt að gera upp á milli... Bananaðina. Já, hvort það væri Fake Plastic Trees eða þetta. Heyrðu, það er reyndar miklu betra lag. Nei, ég ætla að setja það, ég er búinn að spila það svo oft. Ég ætla að setja hér á lagið Street Spirit eða lagið Fade Out með Radiohead, það er geðveikt og þetta er lagið á leiðinu heim. Flott lag, maður vill einhvern veginn að það hætti ekki. Það var lagið á leiðinu heim með Radiohead, það er kannski einhverju að núti sem eru ekki sammála mér. En við þá segir ég bara eins og Adam Sandler í Wedding Singers, well I have the microphone and you don't, so shut it. Manstu þetta, ég var að horfa á hann dag. Hún er mjög góð. Hún er æði. Það var fullur. Julia Gulia. Þú ert ömurlegur. Já, ég er með mikrofóninn þegið. En það er hins vegar komið að lokum í dag hjá okkur. Bjössa? Nei. Klukkan að vera 6. Ég vil ekki fara. Þú mátt vera þetta með Rikka. Verður með Rikka til 9. Nei. Takk eina alvöru vakt. Er það alvöru vakt? Já, taka 5 tíma á FM-inu maður. Já, hann er alveg til 3 á nóttina, ekki? Frá 6 til 3. Frá 6 til 3. Riki G. Og í stuði allan tíman. En er það þannig, ég var að hugsa um daginn, fá þeir bara að tala, þú veist, skilurðu, á meðan lagið er að byrja og svo á meðan lagið er að enda. Fattar þú? Þú veist, eins og núna, við setjum alltaf smá svona takt yfir. Þú veist, núna eru bara taktur undir og við erum bara að tala, við tölum bara eins og við viljum. En þeir eru ekki með neitt takt. Það er bara, já, þetta er frábært lag frá Jay-Z og Kanye West, What's the Throne, þeir eru búin að vera að gera gott, en það er sól úti og miðvikudagur og ég veit að margir ætla að horfa á leikinn í kvöld, en við ætlum að halda áfram með góða tónlist. Svo byrja bara næsta lag, skilju. Þeim liggur meira á en okkur, eða? Já, þú veist, þeir mega ekkert, býtu, Rikki kominn. Það er nú bara Rikki. Rikki G, verstandi maður landsins. Kottu. Sérstu í okkur. Shit. Flotta gallabuxur, Rikki. Reyndar æðislegu bólusum. Hefur ekkert lært síðan við völdum vestklædda mann landsins. Hvað meina, hvað er þessu? Er þetta alvöru Manchester United búningur eða bara saumaði eitthvað? Nei, alls ekki, hann er reyndar alveg algjörða orginal þessi. Þetta er reyndar bara uppbytunar galna þeirra. Svona æfingatreyja. Já, alveg eins ból. Við gallabuxur, þetta er keypt hvað, 2002 ekki? Þetta er heldur ekki nýja gallabuxur, og skotnir sem að afi minn var grafinn í. Þetta er gott kombo. Ertu að tala um þá, ertu að sjá flaujulisbuxunar? 1971 ringdu þið fá árið sitt aftur? Hann er sko Björn Bragi, hann er svona típa. Mátti ekki að setja út á flaujulisbuxunar. Ok, sorry, ég er nefnilega ekki típa á passa æminast. Ekki, veistu hvað fyrir ringi? Hvað? Tískan. Hey, it's just a little thing called fashion. En hvernig það er ekki? Hann var að spyrja hann Bjössi, megið þið ekki tala lengi eða? Hverir? Ég skildi þið ekki. Sko, þið, þú veist, tónlistar útvarsmennir, þú spila tónlist. Ég var að spá hvort það skilur eins og núna erum við auðvitað bara með svona eitthvað takt undir, við erum bara að tala eitthvað, bladra á, þú veist, eitthvað. En þú spila bara lag, svo er það klárast og þá tekur eitthvað svona, já, frábært lag, þetta bla bla bla, eitthvað svona, svo byrja bara næsta lag. Já, það er svona að halda flæði við höfum, við vilt ekkert skemmtilegt að segja það með, bara tala sem minns. Less is more er svona mottoð okkar. Já, það er eitthvað sem við möttum alveg fara að hugsa. Less is more. En við erum svo uppteknur sjálfum okkur. Varst að synda í ylvatni, Rikki, eða hvað? Nei, ég bara var að koma sturtu. One spray is enough. Ekki það, góð lykt að þér. Hvað er þetta? Þetta er bleikur júp. Ertu með rauða júppi sem ég stala alltaf pappa maður? Það er þetta góð lykt. Ég er samt sko, nú er ég ekki að ljúga, mér finnst þetta er góð lykt. En þetta var fyrsti rakspinnin sem að pappi minn átti, sem ég actually stalst í, það var rauða júpp, því mér fannst það úrslega góð lykt á hann. Og þá var ég, þú veist, 14 ára. Fæst ekki á Íslandi, ég þarf að panta nautan. Er það málið? Já. En okkur heldur sé að hættir að segja. Herðu FM 9 með blöð þakka kjalla fyrir sig þennan miðvikudaginn. Við erum konir í sama hóra á morgun, þá verður Hjöppi K mættur. Takk vel til Rikka, við erum með ykkur frá 6 til 9 og svo verður við góð við hann. Já, við erum með ykkur frá 4. Bjössi, takk fyrir daginn. Takk svo les. Þannig endum þetta á íslensku lagi. Takk fyrir það. Þetta er ógeðslega flott lag. Það heitir Lindaball og þetta er hann Ásgeir Trausti. Hann syngur næstu að vil og þú. Hlusti. Í tilefni þess að það eru ennþá skóladagar í Kringlunni höldum við áfram að gefa skemmtilega vinninga frá Kringlunni. Fylgstu með á FM og þú gæti... Þú fær hraðvirka Dell fartölvu og frábæra Samsung spjaldtölvu á tvennutilboði hjá Advania. Kíktu á advania.is eða í verslanir okkar á Akureyri og í Reykjavík. Icelandic. The food is Icelandic.
Arion appið er nýjung í bankaviðskiptum á Íslandi. Með appinu getur þú tekið stöðuna og séð allt sem að gerast á reikningunum þínum, allt með einum smelli, hvar og hvena sem Arion banki. Þegar ég fór á Dale Carnegie námskeiðið var ég aðalega hugsa að losna við hnútinn í maganum þegar ég held ræður og kynningar og ég losnaði heldur betur við hann. Það sem kom mér á óvart var að námskeiðið hjálpaði mér við ýmislegt fleira. Ég skipulegg mig betur og sett mér skýr markmið og svo líður mér bara miklu betur. Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. NYX Cosmetics vinsæla ferðinamerkið opnar nýja og glæsilega verslun að Bæjalind 14-16 Kópavogi föstudaginn 31. ágúst. Fullt af flottum tilboðum í gangi. Láttu sjá þig. FM 95 blöð.